Komiði sæl og verið velkomin í klefan. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Komiði sæl og velkomin í klefan. Október oft tengdur við bleikuslaufuna sem jú tilengaði baráttunni gegn krabbameini hjá konum. Ég ætla klárlega að hvetja ykkur til þess að kaupa bleikuslaufuna og styðja þannig við þetta málefni. Í október ákvað ég að taka 2 viðtöl við 2 frábærar íþróttakonur sem báðar sigruðu sína baráttu, en báðar höfðu þær einmitt talað að þeim vantaði að finna krabbameins sigursögur úr íþróttaheiminum. Ég vil bara hvetja þig til að hlusta á bæði viðtölin og endilega deila þeim áfram, því að við svo sannarlega vitum ekki hver geti þurft á þessum viðtölum að halda. En hjá mér sest algjör negla, ég vildi ekki geti sett svona trommusólo núna. Það handknattleikskona, hún mamma, hún lögreglukona og algjör sigurvegari. Vertu velkomin, elsku Fanny mín. Takk fyrir. Takk fyrir að fá mig. Já, bara, ég er svo glöð að við séum að setjast, við erum búin að tala þetta í smá tíma. Já, eiginlega bara að verða 1,5 ára eða eitthvað. Já. Bara eiginlega síðan ég kláraði. Einmitt. Já, við erum búin að vera að ræða þetta svona on and off. Já. Svolítið. Það komið að því, það fínt svona í október. Já, það gott að tengja þetta við þetta. Já. Þetta svo, fallegu mánuður. Og við sitjum sko í mjög flottum búningum. Það bleikur FH handboltabúningur. Jú, við í meistaraflokki kvenna ætlum að spila í þessum búningi í október, bæði heima og útileiki, ef við getum verið líka í heimaleikjum. Og 22. október næstkomandi ætlum við að vera með við eigum leik á móti frábæru liði HK og ætlum að vera með leik til styrktar bleikuslaufunar. Okay. Og þannig að allir ágóðin af okkar heimaleik mun renna til Krabbameinsfélagsins tengt bleikuslaufunni og við bara hvetjum allir til að mæta á þann leik bara fyrst og fremst. Sjálfsögðu, og fara þessi búningar í sölu? Já, þeir verða í sölu hjá boltamaðurinn. Ég veit ekki hvort þeir séu komnir inn á síðuna hjá þeim, boltamaðurinn.is, og svo þeir í síðumúla. Já, þeir eru þar og svo ég veist ekki að það hægt að henda e-mail. Ég hef séð krakka í yngri flokkum verið í þessum bleika, þannig að þeir eru einhverjir komnir í sölu. Já, flott. Þetta mjög flott, hún klæddi mig líka og ég allsæl, ég fer ekkert úr þessu Herðu, en þú hefur nú bara alltaf verið í handbolta? Já, frá því ég var 6 ára. Já. Hef ég verið í handbolta, bara með pásu í meðgöngu. Það mín eina pása. Eina pása, en alltaf hjá FH? Nei, ég spilaði fyrir, ég fór til Danmörku í 1 ár. Alveg rétt, ég myndi og var þar í 3. flokki. Já. Og var þá í Álaborgarliðinu, Álaborg DH, sem var á þeim tíma sem bara sami staður og Álaborgar handbolti núna. Já. Og spilaði þar í 3. flokki í 1 ár og kom síðan heim, og þegar ég kom heim þá spilaði ég 2 tímabil hjá HK. Já, mér myndi það. Já. Okay. Fór í Kópavoginn í smá tíma og kom síðan aftur heim, og ég held að ég búin að vera hjá FH núna frá 2015 tímabilinu, held ég að ég hef gett saman. En byrju, 22. október þegar HK og FH mætast, það samt svona einhvern veginn svona dagurinn, eða? Jú, það bleikidagurinn sjálfur í október. Og bæði liðið þín? Bæði liðið mín. Svona, það akkurat það eru 3 ár alltaf ennþá að spila sem ég spilaði með. Vala, Dóta og Sóley, og svo Rakel Sigurðardóttir mikill F-fæðingur. Já. Hún komin þarna aftur líka. Það? Já. Við hún að spila með þeim? Hún að spila með þeim. Já. Það tók slægin í þetta tímabil ána með hana. Ein mín besta vinkona, Einmitt, við höfum alltaf verið svolítið, mikið saman, Já. En þú hvaða stöðu ertu núna? Ég eiginlega allar útistöður. Það ekki? Jú, ég svolítið búin að vera að leysa af miðjuna þetta tímabil. Svo ég bæði vinstri, og undanfyrir ár hef ég verið svolítið hægra megin líka. Og hvað ertu gömul núna? Ekki segja þetta, ég 31. Já, það nú ekkert eitthvað. Það nú ekki mikið.
Mér fannst erfiðar að vera 31 heldur í 30 sko. En Það var það, miklu meira partí að vera 30, svo bara eitthvað svona, þú ert þannig 31, gjör svo vel. ég sko grét þegar ég var 30. Ég satt svona að horfa á klukkuna og svo leið á hún slá, þá var ég bara eitthvað með tár og bara eitthvað, ég er orðin svo Já. gömul. Ég var okkur í svo miklu svona, sko ég ætti umulegan afmælisdag árinu undan, 29, Já, þá vaknaði ég á Landspítalanum, Ó. bara eftir krabbameinsmeðferðina mína. Já. Og nema á það góða vinkonu úr æsku, bara úr grunnskóla sem að kom með köku fyrir mig Já. fyrir afmælið, en við gátum ekki kveikt á kertinu af því það má ekki á Landspítalanum. nei, Þannig að við fengum okkur köku saman og það er eiginlega eina sem ég man eftir afmælisdeginn mínum. Og svo bara á ég mynda mér sofandi með síman í höndunum í stofunni heima og ég er sofandi með Einmitt. síma bara haldandi. Þannig að ég átti svo ömulega afmælisdag 29 Já. að því ég var 30 þá var ég bara, það var sjúkt. þetta er svo geðveikt, ég ætla bara að vera með partí, þetta verður ógeðslega gaman og þannig að afmæli, það er svona að eldast breyttist aðeins. Já, ég trúi því. Það var það aðeins öðruvísi. En eigum við að fara bara í krabbameinið? Já, En við langar samt að segja því að þú gerist lögreglukona 2019 já, og svo hjólaðuru með Ringaby, þú ert náttúrulega ofvirk, já. og sýnist þú að klára það 2021 og þá einmitt hjólaðuru til styrta krabbameinssjúkubörnum. Já, við fórum Íslandsringin 2021 út vegna COVID Einmitt. og hjólum þá bara á Íslandi til Ísafjarðar og tilbaka og svo árin eftir ég fór líka 22, sumar 22. Einmitt. Þá hjólum við frá Kolding í Danmörku Já. til París í Fraklandi. Miklu betur veður, miklu léttari hjól. Það er miklu skemmtilega. Miklu skemmtilegra. Þetta var bara allt önnur ferð en hún líka allt önnur af því að ég var okkur ólétt af úlfaridara sinni mínum á þessum tíma og ég var gengin held ég 15-16 vikur eitthvað svoleiðis. Já. Þannig að Fattar það bara rétt fyrir brott? Ég fattaði eiginlega bara rétt fyrir og bara við erum að fara, ég er að fara að hjóla, Já. ég er bara ætlaði að gera þetta. Einmitt. Svo bara hugsaði ég að ég myndi nú bara láta þetta ganga og myndi bara taka fekk aðeins meira svigrum að taka auka hvíld ef ég þyrfti, Já. en annars hjólaði ég alla dagana sko og það var bara, gekk mjög vel. Ég er búin að þekkja þið síðan þú varst bara lítil, sko. Já. Þú ert náttúrulega alveg algjörnagli. Eltandi þig. Já, ótrúlega virk. Ég ætla ekki að segja ofvirk endilega, heldur en virk og Mjög. þú ert alltaf brosandi. Já, Þú ert rosa svona jákvæð manneskja. já, ég er það. Það og akkurat teka eftir í minna krabbameinsgöngu að ég áhaldi ekki mynda mér þar sem ég er ekki brosandi. Nei, En mér langaði kannski ekki endilega til þess að brosa, en nei, það er eitthvað, ef maður brosir bara þá verður alltaf eitthvað sem mikil skemmtilegra. það er bara þú. En sko, þú gengur með Ólafdara og hann fæðist þarna bara jólin, Já. 2022. Já. Og sko, þetta ég fletta eins upp, sko, að svo sá ég sko 20. apríl, þá giftir þig. Já. En þar á milli, þá greinistu. Já, ég sem sagt greinist það er 29. mars sem að greiningi minn kemur bara út sem krabbaminn. Já, bara þú ert með krabbaminn. Þú ert með krabbaminn. Já. Ég sem sagt fann til einkenna 4 dögum áður, þá sem sagt fekk ég, kannski byrja á því að Hvað er með bara svona söguna? já, svona krabbaminnið er sem sagt tengt meðgöngun minni. Já, ok. Og það verður til þess að þungunarhormónið býr til æxli sem að dreifa sér, fekk í lungað og höfuð. Já. Og meinin frá höfðinu byrjaði að koma með einkenni þess að ég var dauf í vinstri hluta líkamanns og fæ svona eins og ég sé að fæ heilablóðfall. Ég læt skoða mig á bráðamóttökunni og fer þar aðeins í gegnum bara prófin og allt kemur vel út og ég er með dundrandi hausverk og heldum bara að því var búin að fá nokkra hausverki áður. Þetta væri eitthvað tengt bara, var ekki drekka mikið vatn, þú ert með barn á brjósti, með nýtt barn og allt þetta. Svo Og þarna er hann bara 3 mánaða. Já, einmitt. Hann er 3 mánaða
og ég man sérstaklega eftir því að hann 3 mánaða að því að systir mín að vinna á bráðamóttökunni og ég hitt hana þarna þegar ég kom og lét hana vita og ég beði hana að taka þvagpröfuna mína og hún gerir það sem að kemur og hún stiksar hana á óleitpróf og það var jákvætt og hún kemur og spyr hvað aftur úlfaldari gamall? Ég segi henni bara 3 mánaða að bara já, fannar mín, þú ert ólétt og ég alveg, nei við vitum hvernig börnin verður til nei, ég er ekki ólétt og og það var svolítið svona rætt bara hvort ég myndi ekki bara hafa samband við mína ljósmóður og gerði það sem bara daginn eftir lét hana vita hvað hefði gengið á og hún svona vildi aðeins skoða þetta nánar og hringdi þar með á kvennadeildina sem að bað mig að fara í blóðpröfu hún kemur út daginn eftir og þá segir þess að ljósan mín að ég í tíma hjá kvennadeildin á miðvikudagsmorgun og það yrði rættur með þar og ég held að ég væri fyrir skoðun bara að því að ég væri ólétt sko og ég held að ég væri bara með Jesúsbarnið bara María Mæja mætt sko bara hún víst til hún til en nei það þeir bara skoðuðu mig og ekkert að sjá í legi eða slíku og þá eru þeir bara handviss að þeir eru að fara að leita krabbameini og segja það bara þetta er þekkt út í heimi en þetta er rosalega sjaldgæft við erum að tala bara 0,4% líkur að þú fáir þetta bara í heiminum sko. Þetta er það sem þú fékkst þá bara krabbamein sjálf og það skrítið á pissir á óleitipróf en það er eitt einkennið og blóðpröfum mín sýnir að beta-HCG þungunarhormonið er mjög hátt og þú ert ekki með það í líkamannum nema að það sé þungun eða eitthvað af og og það er allskyns svona getur fengið að kallast mólar ólétta, veit ég hvað í íslensku það getur leitt til þessa krabbameins og eitthvað svona læknislega hlutar sem að maður heyrir ekki fallega hlutan meðganga að þannig að þeir bara þekkja þetta til og bara vissu hvað þau voru að leita að og ég fer aftur í blóðpröfu til þess að staðfesta niðurstöðunar þær eru staðfestar og þá fekk ég myndatöku og ég fer sett bara heim á milli og fæ sett myndatöku klukkan 5 fer þar með systur minni og sagt við mig þar hringt í þig ef það ef það er eitthvað akút eða við heyrum bara í þér á morgun. En þú ferð þarna inn og fundi með þeim og þú ert eitthvað þeir að fara að segja mér þessi ólétt eða og svo segja þeir þá eitthvað nei við erum að leita einhverju öðru þá væntanlega. Já, þeir segja bara strax eftir skoðuninu mína það var ekkert sem að fannst en blóðpröfan var svo há að það er bara sest niður og það er bara það er eitthvað að og það er sest ekkert í legi það er ekkert í ægistokkum og það er engin þungun en HCG er hátt og við þurfum að senda því myndatöku ef að blóðpröfuna koma aftur út háar og við erum að leita krabbameini það var bara, þeir segja bara leita við erum að leita krabbameini og ég man þetta svo stíft að því ég var bara ég sagði bara já Nei, ok, og þú veist, við konur sem hefum gengið með börn, við vitum að, þú veist, það er þessi þoka, sko. Hún náttúrulega bara, þú veist, þú veist ekki neitt á þessum tíma, sko. Nei, bara, þú veist, ég lappa sem bara út og segi manninu mínu þetta og þau eru að leita krabbameini. Og það er bara, það er verið að leita krabbameini og ég fæ líklega símtal á eftir eitthvað og fer akkurat í þessa myndatöku og ég man eftir að ég sagði við systur mína, það er ógeðslega brenglega að vera 28 ára nýbúin að fæða barn og fara í myndatöku þegar þeir eru að leita krabbameini sem að ég held að ég sé ekkert þarna, sagði ég. Systir mín, hjúkrunarfræðingurinn, var nú búin að setja 1+1 saman, sko. En niðurstöðuna sýndu litla heilablæðingu frá meinunum mínum, þannig ég þurfti að fara inn á bráðamóttökuna, það sem að mér er tilkynnt að það sáust fyrirferði meinvörp í lunga og í höfðinu. Og
þá hrundi heimurinn. Sjálfsög, guð mig góður. Já, bara bókstaflega og svona akkurat þú talar þoku, sko, ég ætlaði bara að vera með strákinn minn á brjósti og pumpaði og var alveg bara þú veist, þangað til að það þurfti svona tapp í bakið á mér og það eru til pelar. Já. Þú veist, hann bara fór pela, skan. Þú veist, ég var bara, já, peli, já, hann til. En varstu ekkert, sko, kannski skrítið spurning, varstu ekkert hrædd að bara, ég með krabbamein og ég að gefa barninu mínu mjólkina mína? Ég pældi ekki eins og í því fyrir en þú segir það, sko. Nei, ok. Þú veist, maður bara, það fer bara eitthvað annað í gang, maður setur svona, þú veist, ég veit ekki, það fer allt bara í svo mikið eitthvað svona forgang og maður tekur öllu svolítið svona, þú veist, ég bara vildi drífa mig í, þú veist, bara, ég vildi láta totta augabrýrnar, ég vildi fara í þetta, ég vildi fara í þetta tannlæknis að það myndi byrja og ég vildi bara, þú veist, allt sem að stóð í bókina það hætti að gera áður, vildi ég bara gera og ég var ekki pælið neinu öðru. Nei. En svo, þú veist, þetta var bara svona, þú veist, jú, ég pældi því ég og maður minn horfum á hvort annað og segjum, við ætlum að gifta okkur líka. Þannig að við plönum það svolítið bak við tjöldin og kom fjölskyldun okkar svolítið óvart líka. Já, ég man ég sá einhver vídeo. Já. Það var mjög sætt. Það vissi enginn, við vorum búin að bjóða í sumarpartí og ég tók alveg krabba með skortið þar vikinni, fúslega, að þegar amma mín sagði, já, ég þú veist, á sumardaginn fyrsta og ég sagði, við ætlum að vera með sumarbúð, það kaka og matur og bara heima og hún eitthvað svona, ég veit ekki hvort ég komist og ég sagði, amma, ég er með krabba minn, þú kemst. Þú kemur bara víst. Og hún, já, ég kem. Og þannig að þú veist, það urðu allir að koma sem að ég vildi að myndi koma þegar við myndum labba inn gift og systir mín hjálpa okkur með það og svona fallegt moment í þessu öllu, það var að gifta sig, sko. En má ég spyrja því ég þekki aðeins sorgabransan, sko. Já. Þú veist, voru þið þarna bara passalt eða já, þú veist, út af því að ég ætla nú bara að segja út af því ég hef mist maka og þú veist, og ef að fólk ekki gift og annar fellur frá, þá við barnið allt, en þá einmitt lenda eftirlifandi foreldrar lenda í því að bara, þú veist, en ég á ekkert pening en barnið á pening, skilur þið. Og svo bara svona, þú veist, allt þetta það eru komin einhver aðrir inn í málin og eitthvað svoleiðis og maður les hótt þessar fréttir, sko. Þú veist, ég var rosa ánægð, eitthvað svona. Ég sá sko þið giftið ykkur og svo frétti ég eftir á að þú væri veik. Já. Og þá var ég alveg bara, djöðlega ánægð með hún skynsum og alveg. Það var svona bæði og það fauk alveg í hausin okkur að því að, þú veist, ég eiginlega sagði, nei, nú giftum við okkur. Þú veist, þetta var ekkert spurning, sko. Nei. Að því að við líka bara góðu presturinn okkar, hún Sigríður, sko, hún þegar við skýrum Úlfar, þá nefnir hún við okkur að hún geti gift okkur án þess að einhver viti, sko. Bara að tekja pappirinn og taka bæ, sko. Og þá var maður með svona, gef mér smá tíma, gef mér smá sens hérna. Svo kom þetta og það var bara engin spurning, sko, bara beint í að gifta sig og bara, ég sé ekki eftir því, sko. Nei, mjög mikilvægt. Og mikilvægt að finna einhvern svona sem að getur farið í gegnum með, sko. Já. Þannig að það var mjög gott, góð ákvörðun. Já, en hvernig þú veist, hvað þú færð í hús með krabbamein, hvað sagði, lok mars? Já, lok mars. Og hvenær byrjar, þú veist, ertu ólétt eða? Já, sko, ég þarna inni á spítalanum á miðvikudegi og fram á 5. dag bráðamóttökunni og síðan flutt yfir til flutt á kvennadeildina á 5. deginum og seint á 5. degi, þannig ég að hitta læknana, krabbameinslæknana mína bara á föstudagsmorgni, bara klukkan 9. Þetta bara 1 vika. Þetta bara 1 viku, veist, og eiginlega tæknilega séð þetta bara á einum degi, svo þurfti bara út af heilablæðinguna að fara í gegnum testa til þess að sjá til þess að þetta var ekki heila blóðfall og svoleiðis, þannig ég var þarna í 1,5 dag á bráðamóttökunni, svo fer ég bara fæ að sofa og svo bara morgunin þá hitti ég krabbameinslæknana og þessu við erum bara að fara að byrja strax. Já, bara meðferðina. Það bara meðferðin strax. Þannig ég byrja á léttari meðferð sem eru bara sprautur
og ligg þá inni á kvennadeildinni í næstu í 3 vikur og það til þess að því að meinið þegar það byrjar að ráðast á það þá byrjar þau að blæða þau eru svo mikill svona vefja eitthvað Já, svo ertu með þetta í höfðinu. Svo erum við þetta í höfðinu og ég var búin að fá einkenni sem að voru frá blæðingu Já. og það var að passa að blæðingin er ekki of stór Já. og þannig ég fer í eina sprautu og síðan kemur pása, svo fer ég aftur í sprautu og þetta er í kringum svona 1 mánuð eitthvað svoleiðis, svo byrja ég 24. apríl í stóru lyfjameðferðinni sem er ekkert grín og bara engar lyfjameðferðir er grín en ég fer í lyfjameðferð sem að er lotukendana 1 lota er 2 vikur. Já, ok. Þannig að þetta er útskýrt betur þá ég fer í lyf á mánuði og færi þar 3 lyf og vökva og allt á milli og 1 lyfið er í mér í 12 tíma, að drippa í 12 tíma og ég leggst inn á krabbameinsdeildina meðan og þarf að vera þar inni í 2 til 4 sólarhringa til þess að sjá til þess að nýrnagildi séu orðin góð og þá má ég fara heim. Viku seinna, aftur á mánuði, þá fer ég önnur 3 lyf og má síðan fara heim og svo byrjar þetta aftur, lota 2. Þá fer ég lyfin, leggst inn. Þannig að aðra hverju viku er ég leggst inn og ég var orðin það slæm að ég var farin að vera inni í hátt í 5 sólarhringa af því að nýrun voru svo lengi að skóla út en ég mátti ekki fara heim en ég var ennþá lengur inni. Fluguleikin var ekki orðin góður þegar ég þurfti að fara aftur frá næsta lyf og það var engin pása. Það má segja að ég hafi verið heppin að þurfi ekki að hafa tekið pásuna því að ef að pásan er tekin þá getur hækkað í HCG-inu. Það er að vera að bíða eftir að HCG fara alveg niðri undir 5. Já. Og það bara gengur mjög vel. Ég veikist einu sinni af COVID, svo fæ ég blóðsýkingu sem er heldur ekkert grín og þannig að við þurftum að taka pásu þar en svo bara liggum við ekki orðin hress og það þurfti að keyra á stað, skilur við, næsta. En ofti talaði eitthvað svona annar stigs og 3. stigs eða eitthvað? Já, sko, í mínu er eiginlega ekki að tala stig af því að stigin er talin, sko, ég man ekki alveg hvað það er, en ef þú ert hærri heldur en 6 eða 4 eitthvað, þá ertu komin í mjög alvarlegt krabbamein, það er high and low, ef þú ert low þá þarftu kannski bara að fara í sprautunar og búið, ef það er high þá þarftu alltaf að fara í lyfjameðferð og ég er high og það eru ýmis stig, það er aldur meðgangan og eða hvernig meðganga, hvort ég sé klára meðgöngu eða ekki og það er hvar það er, hvernig það dreifist, hversu mikið það dreifist en það er hægt að líka því við að þetta væri 4. stigs nema þetta er ekki, þetta er mjög læknalegt krabbamein. Er það? Já. Ok. Hvað heitir það krabbamein? Það heitir koriokarsinóma. Koriokarsinóma? Já. Þetta er samt alveg svolítið flott orð. Þetta er flott orð. Þetta bara, það smallin í hausinn á mér og þú veist, eins skrítið það er, þú veist, þá er þetta svona eitthvað sem er bara fast. Já, koriokarsinóma. Já. Og en að það er mjög læknalegt og þú veist, það getur verið erfiðleikar að lækna það en það er mjög hátt hlutfall, þú veist, ég held að það sé mér langar að segja 80% hlutfall læknast sko. Er þetta algengt? Nei. Við erum 2 síðustu 20 árin. Já, er það? Já, með stuttu millibili sem er eiginlega það skrýtna sko. Já. Það er eiginlega talað frekar 1 á hverju 10 árum sem að gæti greinst með þetta. Ok. En svo veit maður ekki við komum hann 2 svolítið nálægt hver annari. Og heldust þið eitthvað svona í hendur, kynntust þið eitthvað? Já, við gerðum það og erum og tölum saman sko. Og það er mjög gott að hafa einhvern, veist, þetta er svona, það er gott að eiga krabbamein systur sko. Það er alveg svolítið svona, veist, gott fyrir hjartað sko. Er hún það með barna og stupum aldrei? Já, hún er það. Okay.
all right. En þú ert að tala þess að meðferð svo liggur inn þarna hvað barnið? Það hjá ömmum og öfum og systrum og pappa. Það mátti ekki vera hjá þér náttúrulega. Jú, hann sko, það alveg, það fallega við kvennadeildina, þetta náttúrulega bara einhverju englar sem að vinna þarna sko. Það var líka við bara búið að sækja rúmnir á barnaspítala og leyfa honum að vera hjá okkur bara að gista sko. Já. En við búum bara rosalega vel, við eigum bara rosalega mikið bakland bara í Hafnarfirði. Að ömmur og afar voru bara enga stund bara, mamma og pabbi bara voru komin aftur með 3 mánaða yfir nóttina og gistu heima bara með hann í sínu rúmi, með sinni lykt og mamma alveg sína lykt og bara sitt umhverfi og allt þetta, pössum það. Já. Og meðan við vorum 2 saman, við vorum saman inn á kvennadeildinni. Hann fekk að vera hjá mér inn á kvenna. Já. Svo það bara erfiðar inn á krabbameinsdeildinni að vera saman, en hann fekk leysipólinn sinn þegar ég var sem mest veik til þess að lúla á. En það var alveg bara pappans og ömmunar sem ömmunar fóru í fæðingarorlof bara. Það? Já. Sætt. Þær fóru þarna bara með okkur og hjálpa okkur allan tíman sko. Þetta náttúrulega bara fjölskyldu verkefni. Já, þetta náttúrulega bara, ég dett alveg út og bara til þess að líka halda fjárhag og svona, þá var maðurinn minn að reyna að vinna og sem betur fyrir með bara mjög góðan samstarffélag og bara vin sem að hann vinnur með, þeir eru 2 saman. Að mikill skilningur hjá honum og hans fjölskyldu hvað var í gangi að hann náði að vinna á meðan að annarkvort eða mamma eða tengdamamma eða Gunni fóru með mér í lyfjameðferð og einhver var eftir heima með Úlfar eða hann fekk að fara í vinnuna eina mann heima, hina mann með mér. Þetta var bara, það var svona púsluspil og ef það komst ekki. Manstu vel eftir þessu? Já, mjög. Þetta bara, þetta brent, eða svona, það stundum sem að einhver segir í fjölskyldunni eitthvað annað sem, og þá þá ég svona, ég man ekki eftir þessu svona. Nei. En þá ég kannski bara einhverstað með loka augana svo í 3 tíma, sko. Sá ekki þennan part, sko. Nei. Og og bara það þetta alveg grafið í höfuðið sko. En hvað að fara í gegnum huguna þér á þessum tíma? Nýbökumóðir og það bara sko, mér langar að segja að ég hafi aldrei verið hrædd. Nei. En ég var það allan tíman og ég sé það seinna. Já, þú ferð náttúrulega bara í verkefni. Já, ég fer í verkefni og ég aldrei lasin, það aldrei neitt að, ég kvarta aldrei. Nei. Þetta bara svona, það kom einhver svona bara, þú ert bara að fara að gera þetta og þetta bara það sem skiptir máli núna. Og allir í kringum mig leiðu mig bara að gera það, bara það var aldrei verið að dæma mig fyrir að vilja ekki halda á batinu mínu en það gat ég það ekki. Nei. Á tíma, bara hann stækkaði og ég veiktist þannig að ég gat ekki haldið á hann án þess að hann myndi bara detta frá mér. Þannig að en á saman tíma það var alveg, vildi vera með hann og ég bara, það bara einhver sem situr hjá mér í 3 tíma því ég vildi vera með hann sko. Þannig að en þetta var bara eitt stórt verkefni og hvað fór í gegnum hausinn á mér, það var held ég bara einlíf með freynu og ekki kasta upp. Okay. Það var bara að taka töfluna sínar og reyna að láta sér líða vel, en ég held heilt yfir að það var bara svolítið svona blank sko. Já. Þegar ég hugsa tilbaka sko. Það ekki fyrir en eftir á þegar ég fer að vinna úr þessu og fer að sjá sko. Já. Þá sé ég hvað ég hrætt, hvernig áfallið var, hvernig ég meðtók þetta. Já. Sorry, ég veit út að horfa á mér. Ég er svo blöyt í augunum sko. Ég að passa mig líka. Ég var alveg svona, hún horfir svo stíft í augunum mér og ég er bara vot sko. Ok. Já, ok, ég bara lifa mig svo inn í þetta. Já, þetta er svona, þetta er svo erfitt að útskýra. Ég held að
þú veist, það er einhvern veginn, það er ekki hægt, ég veit ekki, þú veist, kannski er ég alhæfa ef ég segja að það eru kannski allir sem að tengja við þetta sem að vera gegnum krabbameinsmeðferð, en þú veist, það er engin svona uppgjöf, Nei. þú veist, maður finnur ekki fyrir uppgjöf, en einhvern tímann á ferlinu verður uppgjöf, Sjálfsögðu. þú veist, það er bara, þú veist, ég horfði á læknina mína og grét og segi, ég get ekki farið í gegnum aðra, sko, Nei. bara, ég get ekki meir, en og þeim tíma, þú veist, það kom uppgjöf, já, en einhvern veginn í byrjun, þá er maður bara svona, þú veist, svo það líka að hafa gaman að þessu, þú veist, Það. nota krabbameinskortin Já, og já. svona, þú veist, ýmislegt, sko. En Ég hef notað sorgarkortin, sko. já, Ég þú veist, það er bara, maður er alltaf að hafa gaman að þessu, Já. þú veist, lífið er núna, sko, þú veist, og það er núna ennþá meðan maður er að berjast í gegnum þetta, sko, Já. þú veist, og allt það, þannig að en ég get hreint og beint ekki svara hvað fór í gegnum hausinn, sko. Nei, en ok, svo bara þú veist, þú ert í meðferðinni og hún er að ganga vel, Mhm. þú ert vantarlega að svara þessu vel Mhm. og þú veist, og hvernig þú veist, þú ert hvað, í ágúst ert að klára, Já. ég veit þá til því ég er með skilabóð frá þér Já. og og ég spyr eitthvað og þú segir já, ég er öll að koma til að nýbúin í lyfja með fyrir að byrja í endurhæfingu, þetta er allt saman erfitt og líðan upp og niður en bara með því orkan er að koma sem betur fer og hvernig er endurhæfingin, þú veist, þetta er í ágúst sorry, mátti ég lesa þetta? Jú, þú mátti lesa þetta, það Já. er svo skrítið að heyra þetta uppátt. Já, ég mér sem glemt að spyrja þig, en já. Nei, þetta Hann sagði er ég bara klippti þetta allt, út. nei, þetta er allt í lagi. En sko, út af því ég hugsaði ágúst, já, ok, því ég man nefnilega, þegar ég er að hlaupa Reykjavíkurmaraþonu, þá er ég allt inn í hliðinu sýstiðinni og við hlaupum saman svona í smá stund og Þú veist til hérna Björgu, eða, já, ég hlaup 10 kilometra. já, þú veist ábygglega hérna Björgu. Já, og hún er mitt, þú veist, og ég hafði séð einhverja myndir undan að þeir voru frá að hlaupa á eitthvað fyrir ljósið og svona og við eitthvað svona spjöllum ekkert mikið saman en eitthvað, hún er mitt sagði mér eitthvað og ég man að satt hjá mér og svo sá ég þig, getur það ekki verið? Jú. Varstu ekki á hliðarlínunni? Ég sá, þú veist, það ljósið og svo sá ég þig og það var örugglega mamma með þér og einhverju fleiri, sko að ok en og þá vorum við einmitt nýbúin að ræða þetta Já. og þá, þú veist, varst þú að klára meðferðina og systin var einmitt alveg bara eitthvað svona, hún bara glöð, þetta er bara verkefni var að taka enda og eitthvað, nú byrjar, þú veist, þetta eða eitthvað, Já. það var einhvern veginn, ég einhvern veginn fór úr þessu hlaupi með þessi skilaboð, þú veist, það bara, já, ok og þú veist, einmitt, þú bara bólgin og ekki alveg lík þér og Bara tínt. já, bara Bókstaflega. trúi Og því þú veist, að heyra skilabóðin, sko, þau eru, hlutaðu með satt, hlutaðu með lígi. ok, byttu Orkan alveg að koma, já, hún kom svona ári setna. já, orkan að koma En sem betur orkan, fer. jú, ábyggla, sko, ég held að sko á þessum tíma þá er jú orkan að koma upp, það er að verða þarna mánuð frá því ég klára og náttúrulega ekki búin að fara í lyf í heila mánuð sem er náttúrulega bara dýrmætt, sko, já, þannig að orkan er vissulega alveg að koma þarna, sko, en það þurfti að sækja mig niður í bæ á Reykjavíkurmaraþonu, ég gæti ekki labba tilbaka í bílinn. nei, mitt Þú veist, þannig að þetta er svona mér líður eins og þetta sé líi þannig að orkan sé komin en hún kom akkurat bara árið setna og ég var lengi bara að fá hann tilbaka. en er það ekki eðlilegt? Það er bara mjög eðlilegt, En það er bara að tala 2 ár, sko. Já, en að þú misti mig, sagði það líka, en þú segir samt, þú veist, orkan kom, er þetta ekki bara svona litið hugafari, bara, þú veist, Jú. ég veit að þetta er búið og núna fer þetta upp, þú veist, Jú. þú veist, er þetta ekki bara svona þessi koma skal, þú veist, eða svo kannski orðað þannig. Já, þetta er það bara á þessum tíma þá er þetta svona, en þú veist tilbaka þá er ég bara svona, vá, við liðum sér til lígi, sko, en jú, sko, endurhæfingin er að byrja þarna og þá tók svolítið ljósið við hjá mér. Já. Ég gat ekkert æft nefnilega á minni
í minni lyfjameðferð Já. og akkurat tútnaði út eins og tungl og miklu sterar, mikill vökvi og ég náttúrulega var bara óþekkjanleg. Þú veist, það greip mig alveg að þegar að ég var með derhúfu og gleru og sumri til og ætlaði að heilsa einhver með krónuna, hann þekkti mig ekki, ég þurfti að, þú veist, hætti ég, þú veist, og valla þekkjanleg þá, sko. Nei. Þú veist, það er ekki allir sem hefði klukkað mig, sko. Nei. Að þú veist, þegar ég fer, það er svona október eftir þetta, eftir meðferðarnar, þá týni ég mér algjörlega. Eða bara svona, þá misti ég dampinn. Já. Þá allt í einu var smá svona uppgjöf í mér, þú veist, endurhæfingin var leiðileg. Já. Það var leiðilegt að það var ekki neitt að breytast. Nei. Með þess að hæga gangur í öllu. Þú veist líka Hári var ekki að vaksa. Þú veist verið að keppa mikið og... Já, það var bara það voru engar bætingar. Nei. Ef maður orðaði þannig. Í einhvern x tíma. Og og ég var bara þreytt, allt í einu fekk ég bara svona, þú veist, og ég talaði þetta bæði við sálfræðing og vinkonum mína og svona að ég sagði ég hélt ég væri með sterkan haus. Já. En hann er búinn. Þú veist, íþrótt og það svona, þú veist, ég var búin að ræða okkur við hana því hún spurði, þú veist, hvernig er hausinn, ég segi, hann er bara góður, hann er bara komur heldur langt og ég held að það sé bara íþróttinnar og alveg svo bara í október þá væri bara, ég held að hausinn sé búinn og hún eitthvað, ég held að hausinn sé þreyttur. Já, við þurfum bara aðeins að læra sjálfs mildi, orð sem að ég hafði ekki heyrt. Nei, bara... Ég hafði ekki heyrt þetta. Nei, bara leiðilegt. Ég hafði ekki heyrt þetta og svo þegar ég fyrir að ræða þetta orð þá var ég bara svona mér langaði svo ofta að segja þetta er ekki fyrir mig. Nei. Þetta er ekki ég. Nei. Og maður þurfti að fara í gegnum svo mikið af fyrirlesturum og mikið af svona hlutum í endurhæfingunum sem að voru ekkert maður sjálfur. Nei, einmitt. Og það var akkurat í bara held ég nóvember sem að ég akkurat bara fekk nóg, bara ég er ólík mér, ég er ekki eins og ég er og hvorki útlitandi, sjálfstrystið, það var bara ekkert og mér vantaði eitthvað eðlilegt. Eitthvað sem ég væri vön, þú veist, það er engin vanur að fara í ljósið, sko. Það venst aldrei. Nei, veist, og ég var dugleg, yndislegu staður sem að hjálpar öllum sem er bara, þú veist, þetta er dýrmættisti staður landsins, langar mig að segja, persónulega. En það verður aldrei eðlilegt að fara þarna inn, þú veist, og bara eins góður staður það er, þú veist, maður er alltaf í einhverjum svona undirbúning. Já. Þú veist, maður mæti 10 mínútur fyrr til þess að sjá hvar á ég setja skónum mína á úlpuna og hvar er labbinn og er ég ekki örugglega mæti í þennan tíma. Það er mjög svo stressaður að vera of seinna eða eitthvað. Þú veist, maður er alltaf í þessum gír og það tekur bara orku og þreytu. Ég ákvað spyrir Árna Stefán þjálfara hvort ég mætti koma á æfingu. Ég gat ekki hlaupið, Silja. Nei, ég gat ekki hlaupið en það var bara svo eitthvað sem að ég saknaði var það að labba inn í Kaplakrika, bara mitt annað heimili og labba í klefa sem ég veit hver er og þekki, ég þekki lyktina að henni, ég geti útskipt hana og bara setjast á minn stað inn í klefanum, þó svo einhver var þarna, þetta er snægin minn. Ég ætla bara að setjast í þann snaga, fara í mína handboltaskó sem ég þekki, sem ég kann að reyma, sem ég veit hvernig eru. Það tekur mig 7 mínútur að fara í skónum mína og spelkunar, ég veit tíman. Allt þetta, bara eitthvað eðlilegt, eitthvað svona, bara þú veist, ég kom og setja þess að Harpiks, ég kann að setja með Harpiks, ég veit hvað ég þarf mikið, ég veit hvað ég lítið, ég veit hvernig boltinn á að vera. Allt þetta eðla og maður minn sagði þetta nefndar ekki fyrir 6 mánuðum seinna, hann sagði þú veist, já, þú ert bara að fara aftur í handboltan þú veist, hvernig þú komst heim þetta var bara orka, þú veist, ég fæ bara það í augun og hugsa út í það þú veist, þetta var eitthvað ljós bara, þú veist, bara
þetta það sem ég þarf og ég fer síðan stuttu seinna ég fer held að fram að koma hana Hvað gerur á fyrsta æfingunni? ég stoppaði ekki ég sagði aldrei með verið illt og ég get ekki hlaupið meir Nei. og ég man ekki hvort það hefði verið á fyrstu æfingunni eða hvort það hefði verið æfingurinn sem ég kom síðan eftir áramót því ég fór erlendis bara sendi minni endurhæfingu í 2 mánuði út á Spáni Já. og ég man ekki hvort það hefði verið fyrsta æfingunni eða fyrsta æfingunni sem ég kem eftir það þegar ég sagði Árna því það var miðjuregla í uppbytun og mér langar að segja að þetta hefði frekar verið í nóvember sko. Kem hann að sköllóttina æfingu og gæti ekki eins og hlaupið sko. Að ég sagði eitthvað, já ég svona súkulega kleina með miðjuregluna, þú veist, ég ætla ekki að fara sagt við að vera ekki komin miðju og 2 mörk og tapa sér uppbytun að ég súkulega kleina, ég ætla ekki að tapa láta liðið tapa Árni horfði á mig, hefur einhvern tíma verið súkulega kleina á æfiðinni og ég nei, við erum þá ekki að fara að byrja núna og þetta svo fast og ég var bara svona ok, ekki málið og bara einhvern veginn flög í gegnum þessa æfingu en djúðlar mér illi líka mannum sko. En þarna ertu líka þú veist, hann ekki að segja þú ert sjúklingur, hann að segja herri, þú ert bara handboltakona hér. Þú veist, þetta var bara eðlilegt. Já. Það bara það bara svona það líka ekki verið að trýta mig sem sjúkling eða sem þetta, þú veist, að því að það þarf að passa mann í endurhæfingu og skrokkin og allt svona bara eins og bara kviður eftir meðgöngu og grind og annað skilur að það þarf að passa allt inn í ákveðnum umhverfum og þú ert með svo mismunandi einstakling og mismunandi staðin í ljósinu þarna þú veist fekk ég bara að vera fannig sko. Hefur þið sagt Árna þessa sögu tímann? Nei, ég held að eins og mun ekki eftir þessi sko. Hann heyri það hér það. Já, en mér fannst það bara líka bara eitthvað svo gott, þú veist. Ég fekk bara vera ég og það var ekkert vera pælin einu og sko margar af þeim sem voru að spila þetta tímabil sko hafði ég aldrei bara spila með, það var svolítið búið að vera rótering í liðinu og þetta já, fyrsta tímabilans Árna eða annað tímabilans Árna, ég man ekki alveg hvort ég held þessi fyrsta en þannig að þú veist, það búið að vera smá rótering í liðinu þannig að margar hverjar sem hefði bara aldrei hitt mig sko svo kemur bara einhver útblásin sköllótt nýkomin og krabbameinsmeðferð ekki með augnaráð eða augabrýr sko bara hæ, ég komin að handlæfingu en bara engin pælt í því bara, þú veist, en margar af þeim hefði reyndar heyrt af mér þú veist, þannig að það getur ekki annað verið nei, þannig að þetta var svolítið bara svona að því að þú veist, ég var búin að segja við Árna rétt fyrir að rétt árinni greinist að ég ætlaði að vera með að meðinu verið fæðingarlofi þannig að það var nú einhver búin að heyra af því sko þarna því ég greinist sko þannig að, en jújú, allir lefum mér að vera bara ég sko, sem að var líka bara svo gott og það svona mín ástæða fyrir að fara aftur var þessi að gera allt eðlilegt aftur og þar kemur sjálfstraustið og æfingar og íþróttahausinn fyrir mér í þessu líka að við tölum sjálfsmildi fyrir 5 minútum að ég sýndi mig meira sjálfsmildi því ég var búin að fara á æfingu mér fannst ég geta farið á sófan því ég var búin að fara á æfingu og líka svona á æfingunni var svona eini staðurinn þar sem ég eyddi eiginlega allir minni orku og ég vildi frekar fara á æfingu heldur en að ryksuga heima hjá mér það var bara krabbameinskortið og amma það var bara, þú veist, einhver annar að þrífa takk sko og það bara svona ég forgangsaði allt liggur við upp á fræfingu þú veist, sem ég myndi kalla þetta flóttaleið sko en það samt? Þetta bara svona mismunandi, þú veist, ég pælt alveg í því ég ætla þetta sé flóttaleiða mín en þá þetta sko flóttaleiða á góðamáta myndi ég segja að þetta líka svo mikið sálfræði þú ferð á æfingu og þér bara kennt þú veist, í hvaða íþróttum þú ert að þegar þú fer á æfingu þá skilur allan pakkan eftir inn í klefa
eða frammi á gangi, skilur Mhm. og þú kemur og þú er bara með tóman hug og þegar hugurinn tómur og hann er búin að vera tómur í klukkutíma 1,5 þá það kemur síðan ekki bara þegar þú lappar inn í klefan bara allur pakkin aftur á yfir þig og svona, það kemur smátt og smátt en að þú ert ekki svona yfirþyrmandi Nei. þannig að fyrir mér var þetta líka ákveðin sálfræði og hefur bara alltaf verið, ég meina ég er í bardagi íþróttum að hlaupum sko. Ertu meira lögguna í það? Nei, bara handbolti, þetta er náttúrulega bara ekkert nema bardagi íþrótt sko. Bara eitthvað. En ég bara fyndið þú segir að því að þegar ég var að skilja tímabili Já, að þá var svona bumbubolti akkurat og þú veist og ég man að Dæmdi það og mamma og pappi voru bara eitthvað herri, bara hvað sem er, sko Silja verður að fara hana, hún verður bara að fara hana og fá að lemja mann og annan út af því þá leiðinni betur. Já. Þú veist, bara koma þarna eitthvað hlæja, þú veist, ég var ekki bara eitthvað mamman eða ég var ekki, þú veist, áföllinu mitt, þú veist, ég tengi ókslega vel við þetta, sko. Þetta er bara eitthvað annað að geta lent í pöllunum eða kasta einhverjum í pallana eða upp í Kaplakrika, sko. Þú veist, og svo bara takast í hendur og segja sorry eftir æfingu, sko. Ekki. Það er alveg gaman, sko. Ég man að, ég hitti þig, náttúrulega nokkur sinnum, ég er mikið upp í Kapla eins og þú. Ég man svona eftir svona fyrsta skiptinu sem ég fór að sjá þig eftir frá, og bara bólginn og hárið og allt þetta. Og ég man nefnilega þú eiginlega svona hálfpartinn hljófst til mín og knúsaði mig og ég alveg bara, hvað er gott að sjá þig og eitthvað og þú alveg bara, ég elska að vera hérna. Þú veist, það er eitthvað svona, þú veist, þú bara eitthvað, ég bara verð að fá að vera hérna, eitthvað, þú veist, og ég hugsaði bara, þetta var svo fullkomlega eðlilegt, sko. Já. Þú veist, það bara, og þú veist, svo glöð og eitthvað svona og ég var alveg bara, þú veist, manni horfði eftir þér inn og ég bara eitthvað, íþróttir, sko. Það er bara, þú veist, það er bara allir, þú veist, það er bara starfsmenninir, þjálfararnir, þú veist, og þú veist, akkur þetta geta labbað á svona stað og bara verið maður sjálfur, sko. Og það er enginn að pæla í, þú veist, einhverju sem að var búið að gerast eða eitthvað svoleið, sko. Þetta er bara það er bara allir með verkefni. Það er bara þitt hlutverk og þú veist hvað þú átt að gera. En þegar þú horfir núna tilbaka, það eru þá 2 ár síðan. Já. Þegar þú horfir núna tilbaka, ertu eitthvað svona bara, þú veist, það er oft sem að, þú veist, ég upplifði bara sjálfur mínu, sko, sorgarferli, að ég var bara eitthvað, ég hugsaði ekki geta þetta en ég hefði verið, þú veist, kynst íþróttunum og stundum hugsaði mér að segja, ég held í alveg að íþróttunum hafi verið undirbúið mig fyrir þetta. Eða eitthvað svona, þú veist, maður er einhvern veginn svona, þú veist, varstu með svona pælingar? Þetta er bara 100%, eins og ég sagði, þú veist, ég var ógeðslega snemma bara, ég er með íþróttahaus, ég á að geta farið í gegnum þetta, þú veist, svo er ég bara svo, þú veist, það var bara, 1, 2, 3, það var bara, ég hafði skrokkinn, ég hafði hausinn, tengt íþróttum. Og ég vissi að það getur bara komið langt eins mikið og ég var fólið því að fá krabbamein og búin að standa í íþróttum allt mitt líf, sko. Það en það kom mér mjög langt og það kannski ógeðslega vel orðað bara okkar einn besti handboltamaður Aron Pálmarsson komin í klefa hjá okkur í gær, sko, og benti á að íþróttir eru vopn. Og mér fannst bara svo vel orðað, íþróttir er vopn. Við getum notað þessum vopn á svo marga vegu. Þú getur nefnilega alltaf sé bætingar gegnum íþróttir. Þú getur verið bara gegnum íþróttir og læra mikinn aga og vera bestur í öllu, þú veist, bara hvernig þú átt að raða skóm í hillu, þú ætlar að gera það best, skilur og allt þetta, bara svona orðið íþróttir er vopn. Þá er bara svona, vá, ég tengi þarna að því íþróttirnar voru mitt vopn í krabbameinsferlinu og ég hafði aldrei hugsað íþróttir sem vopn fyrir bara hann sagði þetta í gær ég var bara svona, vá, þetta er bara hárrétt hjá þér, maður bara þarna kom hann bara með skilgreininguna fyrir mig og hann kom með hann í gær þú veist, bara við 2 ár leitaði þessu, sko og ég fannst þetta bara svo flott að ég var bara, vá, íþróttir eru gjörsamlega búin að vera mitt vopn í gegnum þessi 2 ár, sko. Í þessari orustu. Já, í þessari orustu, sko. Bara 100%. Já, ég myndi alveg tengja við það. En var það eitthvað svona sem fólk gerði eða gerði ekki sem svona
þú hugsa stundum tengt þessu Já, bara ég að hugsa svo aðri geta lært. sko nei, það meira sko það var bara svona smá breyting á mér sjálfri. Ok. Ég fann svolítið svona bara ég flokkaði meira bara hvað mér líkar og hvað mér líkar ekki. Ok, segðu mér meira. Svona, þetta svona, það eru margir sem að nefnilega hafa talað þetta, sko, bullshit þráðurinn þinn, hann styttist. Já. Og þú ferð bara svona einhver að tala eitthvað og þú ert bara svona, elska mín, þetta er ekki eins og vandamál. Einmitt, bara, Skilurðu? really. Bara í alvörunni, þú veist, það eru svo stærri vandamál í lífinu heldur en þetta. Og það verður bara svolítið þannig en á sama tíma að þá akkurat svolítið svona þá flokkar út svona hluti sem að þú bara nennir ekki að standa í bara svolítið svona akkurat finnur sjálfur bara, vá, ég held að þetta verður vandamál þetta er bara ekki vandamál, skilur vandamálin eru önnur ég nenni ekki eða tíma mínu með bara nenni ekki eða tíma eða orkunum minni í þetta er ekki vandamál þannig að það svolítið breytist til mér þannig að svona, þú veist, hvað var það annað fólk, þá kannski flokkaði það bara aðeins út skilur lokar kannski einhverju lokaði bara einhverjum svona sillum sem voru búin að vera opnar kannski ég að vera þrjóska eitthvað, ég veit ekki en svo líka bara svona þú veist ég ofta tíðum pældi þegar fólk sagði voðalega lítur vel út þú veist, þá hugsaði ég oft já, leiti svona ógislega illa út en það sköll út á þrútin eða, þú veist, eitthvað svona þú veist, en það er náttúrulega allt á þeim tíma sem að fólk segir þessa hluti er meinað á góða máta þú veist, að sjálfsögðu leiti betur út af því ég leiti hræðilega út fyrir sko, þú veist, áður en það hitti mig síðan 4 mánuðum seinna sko þannig að það er ekkert sem að fólk sagði eða gerði á þessum tíma sem að fer eitthvað í mig en ég veit alveg þú veist að aðrir sem að fara gegnum þessu hluti þú veist vilja ekki heyra ákveðna hluti skilur en þú veist við erum bara svo ólík já við erum öll ógeðslega ólík en þú veist ég held líka sko að maður verði líka bara að læra í þessari stöðu að það er allir að reyna að meina vel á hverjum tíma sem skilur þó að það er ekkit endilega rétt að sem hún segir að því að svo getur einhver annar sagt bara já hann sagði ekki neitt skilur en þú veist er það heldur eitthvað vittlausara heldur en að segja óvart vittlausara hluti sem var að reyna að meina það vel skilur þannig að þetta er svona maður þarf bara að taka öll sem fyrirvara og en nei ég hef ekkert eitthvað svona eins og ég segi ég held að þetta sé aðalega það að bullshit þráðurinn var svolítið bara svona styttri og og ég og Gunni erum bæði á þeim stað sko, við erum bara svona þetta er ekki stóra vandamáli í lífinu okkar þú veist, við erum búin að fara í gegnum eitt slíkt ferli og svona svolítið bara orðatiltæki í lífið núna varð miklu stærra og miklu fallegra og allt annað máti og þetta er alveg svolítið svona sem maður þarf að hugsa sko, þú veist að vera ekki alltaf við tannhjólinu sko, þú veist að passa sig að festast ekki að því að þú veist, þá ert ekki að lifa fyrir þig eða þú veist, svona aðeins passa svolítið svona, þú veist, spyrja já, ég á hérna orlof, ég ætla bara að taka frí skilur, þú veist, að ég ætla að fara til úttalina með fjölskyldinni eða ég ætla að fara út að borða eða eitthvað svoleið sko, það er svona flokkast aðeins bara öðruvísi, en það gerist líka með öllum nýjum hlutverkum, þú veist, bara að vera mamma þú veist, þá var þú hérna litla, þú ert að fara í fyrsta forgang einmitt en finnst þér að horfa núna eftir þessa lífsveislu finnst þér að horfa öðruvísi til framtíðarinnar? Nei jú, eða kannski sko á ákveðin máta verður maður bara svona maður þarf náttúrulega það fer kannski líka bara með tímanum að vinna úr áföllunum sínum þú veist, maður verður aðeins lífsrættari heilsukviði meiri heilsukviði og eitthvað svo leist, þú veist maður fattar að maður er ekki ósnertanlegur þú veist, fyrir mér var ég einhvern veginn bara búin að fara í gegnum lífi í gegnum 28 ára og það var ekki búið að koma eitt áfall fyrir mig ekki mig sjálfa þú veist, þannig séð
þú veist, mist ættingi og svoleið sko, en ekkert eitthvað þannig, þú veist, að ég hefði talið sem eitthvað svona gríðalegt áfall Nei. og svo bara hrifsa undan manni í mesta bleika skýinu sko með 3 mánaða að það er gjörsamlega að þú ferð að læra lífið. Einmitt. Ég held að þessi meira það að ég læriði að lífið er, þú veist, að þú ert ekki ósnertalegur Nei. gegnum lífið. Nei. Og þú veist, svolítið okkur það bara, þú veist, maður verður aðeins vitrari bara með svona lífsreynslum, læri bara helling sem maður kannski langaði ekkert að læra. Nei, bara enga veginn. Nei, og maður eftir ekki eins og hlusta á fólk þegar það var að reyna að segja mér þetta þegar maður tengdi bara ekkert við þetta. Nei, sko. bara þú veist, maður akkur ber meiri virðingu fyrir allt öðrum hlutum. Já, en eins og þú veist, þannig að Úlfar er 3 mánaða og þú veist, og svo er hann, þú veist, 1 árs þá orkan vonandi aðeins að komast upp. Þú veist, hvernig var þú veist, þetta ferli að bara svona, ok, ég er að ljúka þessu og núna get ég farið og verið mamma nema barnið er bara, þú veist, farið að labba líka við, skilju. Já, sko, ég var að hlaupa og hann var að læra að labba, sko. Þú veist, ég var að læra að hlaupa aftur og hann var að læra að labba á saman tíma, sko. Þú veist, ég djókaði eitthvað með það, sko, að hann verið farin að labba en ég get hlaupið. Sko, það er einhvern veginn, sko, þegar hjálpardekkin fara, þegar mamma fer aftur að fara í vinnu og Úlfar Darri kemst inn á leikskóla að þá einhvern veginn svona voru hjálpardekkin mín að fara akkurat og ég svona fekk loksins svona aðeins þú veist, ég var náttúrulega með ekkert sjálfstraust að vera með að verða eins og hálsás því ég var ekki búin að sinna barnið, þú veist, ég fekk hann bara í hendunar eins og hálsás allt í einu, sko. Bara allt í einu orðið eins og hálsás að ég þurfti bara rosa mikið að læra á fullt af hlutum þó ég var involverið í öllum ákvörðum og allt svoleiðis, þá er samt þessi sko 3 til 13 mánaðar liggur við sko bara í svolítið blörri sko. Þó ég var og ég og Gunni vorum í öllum ákvörðunatökum og vorum að gera hitt þetta sko bara sem að snýst það að vera með barn en ég synt honum ekki þannig sko þú veist, ég kannski sagði bara Gunna að gera einhvern hlut að ég vildi að henni gerður svona sko en ég framkvæmdi hann ekki þannig að svo allt einu þurfti ég að fara að framkvæma hann sko það var bara svolítið svona já, ég bara er búin til spurningunni sko já, alltaf, en þú veist, syrgirðu þennan tíma? Já, mjög og gerði það rosa mikið þú veist, það til dæmis komst ekki með hann einu sinni ofan í sundlug í ungbarnasund já, og hann var nefnilega að byrja í ungbarnasundi því ég greinist að mér fannst rosa erfitt að sitja upp á bakkanum og vera ekki með og mér það margt svona margir hlutar svona sem að þú veist ég og Gunni og systir mín og svona aðalega þá sko eldri systir mín sem að á 2 börn sko sem að voru, ég sagði ég vil ekki missa af þessu í fyrsta skipti sem er gert því ég vissi að þú veist margt af hlutum sem er gerður í fyrsta skipti með börnunum sem að þú vilt vera með, þú vilt ekki missa af þannig að þú veist á mörgu leiti var hann ástæðan fyrir ég stóð upp á mótana ég hefði getað sleppt í sko ég var gjörsanlega, gæti ekki lafa upp stegan heim hjá mér þannig að ég vildi aldrei missa af að ég var svo hrædd að það er meira og fleiri hluti sem ég þyrfti að syrgja að vera ekki með honum sko og og svona syrgi það ég fekk aldrei fæðingarólof og fullt af svona eðlilegum hlutum þó svo að ég fór í mömmuhitting og allt það en þú veist farið eitt skipti í mömmuhitting, ég er ekki farið í mömmuhitting sko. Veist, það er svona samfélagið svona já, þetta er svolítið svona þú veist, það voru allir að vilja gerðir en bara aðstæður voru þannig að ég gat ekki gert gat ekki verið með og það er tími sem að ég vissulega syrgi og hef þurft að vinna mikið í gegnum sko. Já, trúi, sorry ég fóranga nei, bara ekkert mál sko ég er alveg opið fyrir öllu ok, en nú þetta er svona að vera búið hjá okkur en
En tölum sigra. Já. Að þú veist, svo ertu búin að vinna. Já. Og þú veist, og það hljóta að vera svona eitthvað, þú veist, fyrsta æfingin sem að þú bara fannst þú varst þú sjálf eða fyrsti leikurinn eða þú veist, eitthvað svona, hvað eru svona eftirminnilegir svona sigrar eftir þetta allt? Sko, ég gleymi bara aldrei þegar ég til dæmis bara fór fyrstu 10 kílómetrana, þú veist, og það var Reykjavíkumaraþoninu. Ári seinna. Já. Stóð hliðinlínuna, gatt allar staðið og þurfti að sækja mér niður í bæ. Síðasti leikurinn á síðasta tímabili og fyrsti leikurinn sem mér leið eins og ég. Já. Við reyndar töpum þeim leik líka en frammistaðan var góð og það sem við vildum sjá úr leiknum var svolítið svona, var gott með að við kannski áður og ég algjörlega í móki henni klefa grænjandi og pyrruði við hlutunum og líka það tapa leiknum og svona en samt svo stolt. Ég ætla að segja, samt ógeðslega gott að vera geta þetta sko. Já, og ég man eftir að Árni tekur mig okkur út að gang og spyr hvort þessi ekki örugglega bara í lagi með mig. Já. Ég segi jú, ég er bara fúl, tímabili búið og mér leið loksins vel. Já. Og ég er bara stolt af mér. Ég er bara ógeðslega stolt af mér. Já. Og hann segi já, veistu, þetta er svona akkurat. Það eru bara að grænja. Það er bara þetta er fyrsti leikurinn sem að þú ert þú. Einmitt. Og hann sá það. Og hann sá það. Já. Og það var ógeðslega gott og það var ógeðslega hughristandi að það var einhver annar sem tók eftir. Einmitt. Og svo er líka bara fyrsti dagurinn sem ég var ein með Úlfar. Já. Það er svona enginn var með mér. Þá varstu stolt. Þá var ég stolt. Já. Ég var alveg búin að því, en ég var stolt. Svona í mars að verða ári eftir ég greindist þá fór ég að hlæja einhvern tímann eitthvað. Já. Og það er fyrsta skipti sem ég fann að ég hló og fannst eitthvað svona fyndið. Já. Og þá fyrsta skipti sem ég sagði svona, þú veist, að ég oft talaði sko að akkurat, ég brosi svo mikið og ég er alltaf brosandi framan í einhvern að þetta var fyrsta skipti sem að mér leið eins og brosið væri mitt. Já. En það væri ekki bara fyrir einhvern annan. Einmitt. Að svona allir þessir hlutir þeir bara, þú veist, fyrsti dagurinn að fara aftur í vinnuna. Já. Þó svo að ég fór bara í innivinnu og bara fyrsti dagurinn að fara í vinnuna það er allir þessi litlu svona eftir á. Ég á myndir af mér og myndbönd af mér taka bara kviðaæfingu að því ég gæti ekki gert hana og svo bara 2 mánuðir seinna gæti ég gert hana og þá var ég bara svona, já, ég ger þetta er framför, litlu bætingarnar litlu sigranir. En þú varst í ljósinu, fer svo handboltaæfingu, hélst áfram að vera í ljósinu og mæta handbolta? Já, ég byrjaði ég fór bara svona einu sinni í viku 2 í viku í nóvember að byrjun desember fór ég aðeins á handboltaæfingarnar og hann var í ljósinu líka og svo eftir áramót í mars, apríl, mæ þá er ég líka í ljósinu og er líka náttúrulega að sinna meira heldur en bara hreyfingu, ég er bara að sinna endurhæfingu, bara námskeið og að leira. Já. Bara trúir ég að leira, sit og leira. Nei. Ég er bara að ljósið og leirin þar sko. Þetta er líka okkur einhver svona smá klefastemming niður í kjallaranum að bara með fullt af fólki sem er búin að ganga í gegna það sama að hlæja og tala finna hlutina varandi krabbameinsmeðferðir og setja að vera fylla við einhvern leir sko. Þetta var bara dásamlegt, þetta er ótrúlegt að segja það. En finnst þér ekki einmitt dýrmætt að hafa einhverja sem hafa farið gegnum að sama? Jú. Eru þið með svona enga dökkan húmor? Það verður það svolítið, jú, það verður það og það er akkurat svona, þú veist, ég hef nú sagt nokkra hluti sko
sem að fjölskyldum minni hefur blöskrað og ég segi, hvað, þið megi að hlæja sko, Einmitt. þú veist, og sagði nú einhver tíma við ömmu mína eitthvað, þá amma bara, hún vissi ekki hvort hún ætla, Fanney Þóra, ég leik, hvað, þetta er bara rétt, þú mátt að hlæja. En það er nefnilega sumt þegar maður hefur upplifað svona áföll. Maður getur bara sagt sumt með sumu fólki og það er svo frelsandi að geta að tala svona, skilur, út af því einmitt, það skilur þetta ekki. Þetta er oft líka verið að tala um, þú veist, bara, þú veist, það er dökkur húmor að svona með ákveðnum fólki innan Krabbameinsfélagans og svo náttúrulega líka í vinnunum minni, náttúrulega löggan oft þekkt fyrir dökkan húmor sko, en þú veist, það er bara svona akkurat, það er náttúrulega bara smá sko verkfæri, þú ert bara að reyna að finna eitthvað og aðeins að létta líðin sko, þannig að Og hvað ætlar að vera lengi í handbolta? Tók allir í nenni svo ekki eða eitthvað, ég veit ekki, ég verð ekki eins og Birna sko, ég get alveg, það verður heldur enginn eins og Birna Íris með 500 leiki á bakinu og Skulum ekki segja ekki. Nei, ég meðan þetta er gaman og meðan þetta veitir mér eitthvað þá sé ég alveg fyrir mér að ég sé þarna og en ég held að ég sé aldrei farin út úr Kaplakrika sko, Okkur ættum að gera það. Nei, það verður bara eitthvað nýtt sem maður myndi gera sko. Svo er maður mamma og þjálfari og dómari og sjálfbóli og maður verður allt sko. Þetta er svo flott, stelpuna mínar í sjoppinni upp í Krika, það er vorum okkur að ræða þetta í gær og segja þeir eru svo flottar að nenn að vera komin langt að fullorðsár að standa í sjoppinni eins og þessi í 4. flokk samt yngri en ég, og og það er bara, þetta er gert fyrir börnin, það er bara þeim finnst gott að vera þá líður okkur vel og þetta er bara þannig þá tekum maður þátt. Herðu, einhver loka orð? Bara takk fyrir að leið mér að koma og segja mína sögu, þetta er náttúrulega vonandi getur þetta hjálpa einhverjum, það er alveg hægt að tengja þetta við svona stór meðislu og annað, að það er mjög gott að fara að finna eðlileikan og fara bara í salin og í skóna og aðeins leika sér og það er að finna sína leiðir. En við hvetjum fólk til þess að mæta 22. október, bleikuleikur FH-HK og það er til styrktar bleikuslaufunar. Og segjum það bara. Og svo skulið þið fara og næla ykkur í bleikuslaufuna. Takk fyrir að hlusta, eigðu góðan dag. Klefinn með Silju Úlfars.